Góðan daginn. Við erum byrjuð. Ég heiti Sveina og ég á heima á Akureyri. Ég er gardlítari á bak við Sveina Björk. Þið sem eruð á Reykjavíkursvæðinu hafið kannski rekist á þessar hespur í Storkinum, en þar er gatið mitt til sölu í Reykjavík. Nýverið opnaði ég líka pínlitla gatbúð hérna heima, ganginum hjá mér, hún heitir Gatn í gangi, og ég setti inn lítið vídeo á mánudaginn, sunnudaginn, föstudaginn, manna ekki. Það sem ég sagði lítilega frá gatbúðinu minni, sennilega var það í síðustu viku. Ég veit ekki neitt. En ég var eitthvað að hugsa að koma hérna með podcast fyrir vikunni, en átti ekki klár að ég held. Auðvitað átti ég klár, en ég meina, hver gleymir ekki svona klári? Þetta er svo sturlað. Eruð að sjá þetta? Linda Björk, sem er líka með podcast hérna, hún aðstoðaði mjög svo óákveðna konu að velja litina. Ég var búin að velja aðalitin, en þetta er gatt sem ég keypti frá Ushijita og heitir Vintage Rug, og ég var ekkert búin að ákveða ég hvað ætlaði að nota þegar ég pantaði þessar tvær hespur. Mér fannst þær bara óendanlega fallegar og sveinulegar. Þannig að svo þegar uppskriftin kom út, þá var bara ekki spurning, nota þær. Og svo fór ég í Holst Supersoft með, og ég var komin með einhverja 2 græna tóna og ég var með þennan gula og svo annan dekkri. Dóttir mín valdi hennar hvíta og svo var ég eitthvað að vandræðast. Sendi á Lindu og hún reddaði konunni, en ekki hvað. Svo setti ég móher með í hennan órans. Ég kann ekki á svona truflanir. Síminn mér hringdi og þú veist, ég veit ekkert hvort þið tókuð eftir eða ekki, en allavega hana. Ég man ekkert hvað ég var að segja. Nema hvað, að Linda, hjálpaði mér að velja og ég er sturlað ánægð með þetta. Og ég geggju ánægð að sjá hvernig Supersoft kom út, hvað blómstra flott og bara, ótrúlega ánægð með þetta klár. Og geggju að vera með það á sér. Ég held að yrði alltaf stórt. Ég fór í lengri útgáfan á kantinum. Renda bara með, svo ég sagði, 2 rendur hérna í staðan fyrir 3, sem varð til þess, og ég held að þetta hafi alltaf átt eftir að alltaf þegar rendur fullkomnaði í 4. sinn, þannig að það var örugglega eftir að trufla mig einu sinni enn. En þetta var sem sagt eitt klár hjá mér. Slipstravaganza. Ég er svo glöð að hafa tekið þátt í þessum. Það sem ég var að segja áðan með að því ég gerði bara 2 garða í staðinn fyrir 3 eins og átt að gera. Ég bara, hausinn á mig vildi ekki sjá 3 garða. Þá slapp ég með bara 1 hespu af lit af Holst í staðinn fyrir 2 eins og gefið upp. Þannig að það var frábært. Svo er ég með annað klár. Ég var búin að sýna ykkur daginn kragan sem ég er að gera, Ínu, peysuleysið. Ég er sem sagt búin að gera eina útfærslu til viðbótar. Þessi er alveg síður. Hægt að binda hann svona til hliðana og kraginn er aðeins öðruvísi á honum líka. Og þetta er allt að koma. Ég er búin að senda uppskriftina og mjög einfalda myndir til þeirra sem setur þetta upp fyrir mig, og það er búið að pröfupránan, þannig að þetta fer allt að koma. Og það verður þannig hjá mér og Eddu Lilju að þeir sem kaupa gagn í kragan, alveg saman hvað stærð það verður,
fá hérna uppskriftina gratis með kaupum á garni. Ég notaði Sileo frá Holst í þennan geggjagarn. Það fóru tæpar 3 hespur í svona síðan. Ég notaði í fyrstu útgáfuna, þá notaði ég Retreat frá hérna West Yorkshire Spinners. Það fæst hjá Eddililju. Og svo, þetta í gólfið. Svo hérna fyrir þennan, sem ég kalla herrakragan, þennan stutta hérna, notaði ég 2-fold tights frá Holst og 2-fold Titicaca frá Holst. Og þetta allt prjónað á prjónastærð númer 6. Þannig að Ína peysuleysi er alveg að koma út. Svo að því ég glemdi að segja frá því síðast í hverju ég klæddist, þá ætla ég ekki að gleyma því núna, þó ég hefði kannski átt að byrja því, en ég er í Sorel peysunni minni og hún er að sjálfsögðu prjónuð úr garni sem ég litaði. Ekki það sjálfsögðu, en þetta er þannig peysa að hérna, hún kallar svo á handlitað garn að það kom ekkert annað til greina hjá mér allavega. Og í hana fór litirnir öngull, brim, gráblámi og alda. Og svo paraði ég þetta með móherri í einu lit sem ég litaði líka, sem var svona dökk blágrænt einhvern veginn á litin. Þetta er svo fallegt. Ég breytti aðeins, hálsinn átti að vera að herra upp og ég er pínu viðkvæm fyrir móherrunni svona hátt upp í hálsinn. Ekki það með klægi eða kýtli, heldur ég verið svo rosalega heitt. Þannig að ég ákvað að hafa hana aðeins neðar og ég hætti aðeins fyrr, heldur ég átti að hætta með handveginn, en ég hefði viljað hætta ennþá fyrr. Mér finnst hann full síður. Það kemur ekki að sök svona, en þú veist, leiðum að fyrir að lyfta upp, þið veitir, já, þið skiljið hvað ég á við. Öðru leyti er hún fullkomin. Já, þá er ég ekki með fleiri nýklár, en ég lofa að sýna ykkur betur peysuna Calliope sem ég prjónaði á dóttur mína. Hún er svo falleg og það var svo gaman að prjóna hana. Og er það að ræða hvað maður fljótt að prjóna smól. Þegar maður prjóna mikið að sjálfa sig, eins og ég geri, ég er ekki smól, þá náttúrulega ríkur þetta eins og vindurinn. Ég held ég hef verið 8 daga með hana. Ég var samt að gera eitthvað annað líka, sko. En sjúklega mjúk. Hún er sem sagt eins og kraginn úr tights. Ég hélt einum lit af tights í gráu og einum lit af Titicaca sem er 100% alpakka í hvítu og þá kemur hún svona skemmtilega mörluð út, eða sjúklega flott. Mjög ánægð með hana. Svo er það verk í vinnslu. Það er nú gaman að segja frá því að ekkert af verkunum sem voru í vinnslu á að fengi vinnslu í vikunni. Svo síðustu 2 vikur. En ég er með 2 ný uppfit og þetta var þá rauninni 3. nýja uppfitið. En ég vissi þetta færi svona leið og síli og kæmi að ég myndi þurfa að fitja upp með því. Sama sem kraginn hérna. Og svo er ég að prjóna mér lónót. Og ég sá á, því ég fór að skoða
hvað aðrir hefði gert með Love Note, þá sá ég eina sem hafði gert það þannig, hún hefði sérst prjónið á prjón nr. 6, en ég byrjaði uppi á prjón nr. 4,5, prjónaði svo munstrið á prjón nr. 5 og fór svo í 6 þegar munstrinu sleppti. Og þetta, hún er þessast þá þéttari hérna að ofan og ekki eins flegin, og svo ég eftir að gera náttúrulega hálsmálið. Ég búið með eina ermi, ég ákvað að hafa þær alveg síðar og spurning, það hefði kannski mátt vera aðeins þrengra. Ég ætla ekkert að spá í það fyrir en ég er búin að þvo hana, sjá hvernig þetta kemur. Og blúndan á náttúrulega eftir að opnast betur þegar ég þvæ hana og legg hana til. En hún verður brjálæðislega kósí. Hún verður sem sagt, eins og sjáðu, langerma og ég ætla að gera hana pínu síða, eða sérst, já. Hún náttúrulega kemur síðan aðeins síðari aftan og ég ætla að hafa hana pínu svona, já, síða. Þannig að þetta síða aftan náist svona aðeins niður á rass. En geggjað. Það vantar bara að náttúrulega skömma, ég skuli segja þetta sem öryrki sem er ekki að vinna að heiman. Og ég ætla að fara að segja að vantaði fleiri tíma í sólarhringinn til að geti prjónað hraðar og meira, en það er ekkert það. Sko, þegar ég er farin að bera svona bólguðandi krem á hendurnar á mér, þá þýðir það að ég þarf að fara að hægja á mér í prjónaskapnum og ég get ekkert verið að prjóna allan daginn. Og ég var með ægilegar yfirlýsingar hérna daginn að ég var að reyna að skipta daginn með þannig að á daginn var ég að prjóna að minni eigin hönnun og svo kvöldin og seinnipartinn var ég áhuga prjónið, en já, þetta er ekki alveg svona einfalt. En allavega, ég rík áfram með Love Note, búið með þarna kraga og svo var þarna leini. Ég sagði að ég var eitt svona jólaprjón sem var í leini. En ég er búin að fitja upp á því. Þetta er peysa. Hún er prjónuð ofanfrá og niður. Það er svona tvöfalt perluprjón í berustykkinu. Og kemur svona í raglan. Þetta verður rosa fín peysa og uppskriftin eftir Isabel Kremer, ég man ekki alveg hvað hún heitir, ég set það þarna inn og miðað við hvað gengur hratt, þetta er að prjóna númer 4,5, þá er ég ekkert í neinu stressi fyrir jólin að prjóna þessa. Haldið það nokkuð? Nei, ég held ekki. Held ekki. Þetta er það eina svona jólagjafa dæmið sem ég er að gera. Ég prjónaði peysur handa allri litlu fjölskyldinu mín í fyrra, sérst mömmunni og pabbanum og barnabætanum tveimur. Ótrúlega ánægð með mig þar sko, en það verður ekki fyrir þessi jól. Því miður. En hann er bara eins og það gengur. En mér langaði að sýna ykkur eitt, af því að ég er búin að tala svo oft þetta gadd. Og því að nýji gaddgrunnurinn minn, sem er 50% alpakka, 25% hör og 25% silki, kemur í storkinn næstu viku, lok næstu viku. Að mér langaði svona að sýna ykkur eitt verkefni sem er gert úr næstu því eins gaddgrunni. Og þetta er gadd frá Fiber & Co. Og heitir Meadow. Og þetta er nánast sama blanda. Og þetta er kragi eftir Ísoldu. Sjúklega fallegur. Og þetta er svona, hún hannaði þetta sem svona einnar hespu prjón
úr lúxushespun ykkar. Þannig að sniðug svona uppskriftir sem eru hannaðar bara með eina hespu í huga, því að þið þekkið það örugglega jafnvel og ég að hversu oft maður búin að kaupa sér einhverja eina hespu af því hún svo sjúklega flott. Svo veit maður ekkert hvað maður að gera við hana. Oft það þannig að maður á kannski einhverja fleiri svona einar hespur og getur þá nýttar kannski saman í einhver verkefni, sjöl eða eitthvað svoleiðis, en svo líka gaman á svona verkefnum það sem fer svona einnar hespu verkefnum og þá meina ég sko, þú veist, það fer næstu því, það fer alveg heil hespa í þetta verkefni. En að þú situr ekki heldur uppi með halva hespu í afgang, sem líka frábært. Ég var að grípa hérna hár. Já, hvað er að segja meira við ykkur? Hvað á döfinni hjá mér? Ég ætla bara að halda áfram að vinna í Lónót. Ég ætla að klára hana núna. Ég þarf að vinna í þessu jólaprjóni. Ég að fara að lita sokkaklúbbinn, desemberklúbbinn og sem þýðir það að þá þarf ég að prjóna desembersokkana og það engin kvöð. Ég hef ekkert unnið í neinum fleiri sokkum. Það eru þarna síðustu 3 sokkaklúbbarnir sem eru mjög svo stakir sokkar sem afleitt. Ég ætlaði ekki að láta þetta gerast, ég ætlaði að vinna þá jafnóðum. En svo bara gerist lífið og allt í einu bara sitt uppi með 3 staka. Þannig að vonandi verður það klárað. Kannski ætti það bara að vera jólaprjónið mitt. Ég var búin að setja inn peysu og ég náttúrulega keypti þessu uppskriftir bara 1 frá 10 eftir Guðrúnu Johnson. Hún frá Hjallandseyjum. Ég skal setja inn mynd af peysunni. Ofboðslega falleg, 10-banda peysa, golla. Og ég var búin að ákveða að ég ætlaði að nota hana sem aðfangadagsprjónið mitt. Ég byrjaði vel að lita í hana. Ég ekki alveg búin að ákveða hvort ég ætla að nota Holst Supersoft eða Tights í hana. Svo á ég líka svolítið af garni frá Marie Wallin. Ég gæti nota það líka eitthvað með. En allavega, ég svona að bræða með mér. Hvort ég ekki frekar að bara klára þessa sokka. Og því að svo byrja nýr sokkaklúbbur eftir áramót. Og þá væri rosa gott að vera með hreint borð. Ekki nema að ég veri búin með þá. Það líka eitthvað. Ég geti líka prjónað það í desember ef ég væri ekki búin að ákveða hvað ég ætla að prjóna í desember. Ég nefnilega fekk pakka í gær. Jóladagatalið mitt í ár. Ég keypti frá Hex í fyrra, var ótrúlega ánægð með það og ég var svo ánægð með það af því að þetta voru ekki bara mínihespur allan mánuðin, heldur komu líka svona alls konar skemmtilegir aukahlutir sem ég sannlega búin að vera að nota. Núna langaði mig bara í mínihespur og það sem ég fannst svo frábært hjá henni, Hafdísi, í Vivid Vol, heitir hún ekki hann? Jú. Að þú gast valið þema. Þú valdi þér dagatalið út frá ljósmyndin og þetta bara svolítið eins og ég sjálfur að vinna. Þannig að þetta heillaði mig og ég skal sýna ykkur myndina sem ég valdi og sögðu mér bara, valdið þú þessa? Já, ég valdi þessa, mér fannst hún geggjuð. Og ástæðan fyrir ég valdi þessa að ég var pínu með verkefni í huga sem ég ætla að gera úr þessum mínihespum og mér langar svo að reyna að prjóna bara jafnóðum í desember. Vinda hana upp, bara leið og ég opna og setja hana inn í verkefni sem ég ætla að gera. Og verkefni sem ég ætla að gera
er eftir Helen Stewart. Það eru reyndar fleiri en eitt sem koma til greina frá henni, en ég held að þetta nýti sig best úr hespunum. Ég held að fari sko nánast heil hespa af lit í þetta verkefni. Og þetta er sjal, risastórt sjal, og þú heldur þræðir fingeringbandinu með móheri, og ég á eftir að velja lit af móheri til að, ég ætla bara að vera með 1 lit af móheri sem á einhvern veginn að tónast með öllum hinum. Þannig að þið megi endilega gefa mig komment hvaða lit af móheri ég ætti að setja með. Ég er búin að hugsa, þú veist, hvítt eins og hún er með þarna. Ég er búin að vera að hugsa hvort ég fá til gylt, jafnvel út í bleikt eða einhvern grænan. Þetta er svona það sem ég er að hugsa. Grár kannski, já. Ég er semst ekki búin að ákveða mig, en ég þarf að fara að ákveða mig því að 1. des verður komin áður en við vitum af. Og ég ætla að vera klár að byrja. En já, þetta er svona það sem er á döfinni hjá mér. Þannig að eigum að segja það að ég fái ekki að fitja upp á peysunni hennar frá Guðrúnu Jónsson, þessari hérna. Ef ég verð ekki búin með sokkana, þessar stöku sokka. En það er ekki svolítið góð díl. Ég byrjið á einum, sko, þannig að þetta er þá reynir bara 2,5, eitthvað svoleiðis. Já, þetta er málið. Þið grípið mig glóðvolga ef ég fer ekki eftir þessu. Díl. Já, flott. En allavega þá minni ég á að netverslunin, Garn í gangi, hún er opin allan sólarhringinn, eins og flestar netverslanir. Frúin á heimilinu reyndar bíllaus eins og er, þannig að dóttir mín fær það verkefni núna að fara á pósthúsið og hún fer svona 2 ára viku á pósthúsið. Það er ekki nema hún sé á ferðinni að ég næja að ég kunni við að láta hana fara oftar, en þetta hefur bara hentað mjög vel. Og ég minni á að áramótahespan er á fullu í sölu. Ég er búin að fá garngrunnin í hana. Hann er geggjaður. Hann verður svona svolítið sparkly. Og ef þið skoðið myndina sem ég set með, sem ég nota sem fyrirmynd, þá verður hún svolítið svona bleik, sparkly. Það verður svona meiri gleðisprengja. Áramótahespan á síðasta ári, hún var dimm og drungaleg, rosalega falleg. En ég var ekki búin að átta mig á því að ég myndi setja tóninn svona harkalega fyrir árið, með svona dimmri og drungalega hespu. Þannig að áramótahespan í ár verður glöð og litrík og sparkly og nefnið það. Já, ekki það að ég ætla að taka þetta allt á mig, sko, en ég ætla að taka það á mig að láta þessa hespu setja tóninn fyrir næsta ár. Skulum orða frekar þannig. Það byrjar nýr sokkaklúbbur líka á næsta ári. Hann verður til sölu þangað til svona miðjan janúar. Þá loka ég fyrir sölu á honum og fyrstu sendingarnar fara í byrjun febrúar. Þetta er klúbbur sem gildir í heilt ár og það eru 6 sendingar, sem koma annað hvern mánuð. Og fyrsta sendingin kemur í byrjun febrúar og síðasta sendingin kemur í byrjun desember. Fyrir aðventuprjónið. Ég ætla að reyna að lita hann helgina. Sokkaklúbbinn sem er að koma núna í desember. Þannig að hann geti verið tímalega á ferðinni. En allavega þetta er framöndan. Ég sé að þið eru á fullu að prjóna líka, þið sem ég er að fylgjast með.
og ég segi bara gleðilegan prjónaðan nóvember þessum eftir er aðunum. Ég sé ykkur örugglega hérna í byrjun desember. Þá ætla ég að gefa ykkur update á sokkaprjóninu hjá mér. Veistu það, ég bara, það er svo gott að setja sér svona pressu. Nú er ég búin að lofa ykkur og ekki fyrir að svika ykkur. Ekki séns. En allavega þetta var bara stutt og laggott í dag. Ég er ekki nógu dugleg að vera með, kannski ætti ég að vera með ítarlegri lýsingar á því sem ég er að prjóna. Og kannski kemur það bara, svona þegar ég sjóast aðeins í þessu. En svona byrjar þetta bara og svo bara sjáum við hvernig þetta þróast. En allavega takk fyrir frábæra viðtökur og bara vonandi sé ég eitthvað sem flest aftur og það var ekki ónýtt ef þið myndu líka við og fara í áskrift og ef þið viljið þá getið þið ítt á bjalluna og þá fáið þið tilkynningu þegar til dæmis næsta myndband kemur þá inn nema þeir sem eru búnir að því og já, bara hlakka til að sjá okkur næst og bara takk í dag og bless í bili, sjáumst.